Mér varð á að segja við einhvern í dag, ég með gamla tuggu og gera það bara svona góðlátlega, því að þetta upprifjun og efni sem að flest ef ekki öll ykkar sem eru hér inni í boðunarkirkjunni í dag kunnið alveg utanbókar frá Biblíunni. En það gott að rifja upp og það vegna fólksins sem hlustar á öldum ljósvakans í útvarpi boðun að ég kýs að fara yfir þetta efni í dag, því það virðist vera ákaflega erfitt hversu skýr og opinskáður boðskapur Guðs efni dagsins. Þá svo erfitt fyrir marga aðra að kyngja því. En það getur ekki verið að við svona fá höfum rétt fyrir okkur, en hin sem eru svo mörg sem trúa allt öðru, að þau séu röng. Við skulum skoða þetta, vinir, og í öllum kærleika og vinsemd við þá sem á hlýða, þá vil ég leggja áherslu á, ég veit hvað þetta getur verið erfitt, að taka við boðskap sem svo gjörsamlega ólíku því sem við erum alin upp við ef til vill. En við skulum skoða þetta og sjáum hvað Drottinn hefur að segja, og ég hvet ykkur, vinir, hver sem þið eruð og hlustið á þetta, ekki vera of fljót að hafna vegna þess að eilíf velferð þín gæti verið í hættu annars. En við sjáum til. Svo að ég kýs að kalla þetta ýmsum nöfnum, þetta efni dagsins, því að margir spyrja, hvert fara dánir í dauðanum? Aðrir spyrja, hvað verður dáið fólk? Og ég hvet ykkur til þess að skoða orð Guðs, því það hefur mjög margt þetta að segja. En ég ætla að segja hér í byrjun, ég með í huga efni dagsins og efni næsta hvíldardags og svo þriðja efnisins síðar og þá í ágúst. Þetta eins konar sería, það sé ég fjalla fyrst dauðan og næstum endurkomu Jesú Krists og að lokum hvernig Guð hreinsa til í alheiminum varðandi synd. Og þá skulum við bara byrja. Í predikaranum, þar að finna opinskáan boðskap sem svo skýr og áberandi að það bara ekki hægt að hafna þessu ef við virkilega trúum því að þetta sé orð Guðs. En þar segir í predikaranum í 9. kapitúla, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt, hugsið ykkur. Þetta yfirlýsing Guðs, almáttugs, sem skapaði okkur mennina. Hann segir að þegar við deyjum, vitum við ekki neitt af okkur. Hann segir áfram, þeir hljóta engin laun framar, þar að segja í dauðanum, annað betra bíður þeirra, en það kemur seinna. Því að minning þeirra gleymist, bæði elskar þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við berum undir sólinni. Og ég bæti hérna við, á meðan þeir eru dánir, því það upprisa framundan og við tölum það seinna. Jú, það 10. versi líka í þessu sama kafla. Allt sem hönd þín megnar að gjöra, segir Drottinn, með kröftu þínu, gjör þú það því að í dánar heimu þangað sem þú fer, hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Svo hvernig ósköpunum við að dánir að geta haft samband við okkur, ef þeir veit ekki neitt, þeir sofa, eða sofa þeir virkilega. Jesús hafði ýmislegt þetta að segja og hann kallaði svefnin, eða þar að segja dauðan, kallaði það svefn, eins konar dauðasvefn. Það segir í 11. kapitúla frá því í Jóhannesi að Lazarus, vinur Jesú, var veikur. Og svo segir að Lazarus, vinur vor, sofnaður, segir Jesú sjálfur við lærisveinana. Hann var fjarri vinum sínum, Maríu og Mörtu og Lazarusi. Og nú var Lazarus veikur, mjög alvarlega veikur. Og hann segir lærisveinum frá þessu að hann sé sofnaður. En þá segja þeir, ef hann sofnaður, þá batnar honum.
En Jesús talaði dauða hans, sjáu þið? Hann talaði dauða sem svefn. Sjálfur lífgjafinn kallaði dauðan svefn, meðvitundarleysi. Og svo heldur hann áfram og sagði að hann talaði venjulegan, já, þeir héldu að hann talaði venjulega svefn, þá myndi honum batna. Nei, þess vegna sagði Jesús þeim berum orðum, Lazarus dáinn og yðar vegna fagna ég því að ég var þar ekki, til þess að þér skulu trúa, en förum nú til hans. Og nú hvet ég áheyrendur mína, hvar sem þið eruð og hlýðið á þetta, Jesús vill að við trúum því sem hann segir, og hann leggur allt í sölurna til þess að við gætum unnið bug á dauðanum, að við myndum ekki þurfa að vera dáin að eilífu eins og syndin kallar á og krefst ef við ekki höfum einhvern björgunar aðila. Auðvitað Kristur frelsarinn okkar, hann mun breyta okkar dauða ástandi fyrr eða síðar, en það önnur saga sem kemur seinna. Svo sagt frá því að Jesús fer til þess að vekja upp vin sinn af þessum dauða svefni. Hann varð hrærður mjög og fór til grafarinnar. Hún var hellir og steinn fyrir. Jesús segir, taki steinin frá. Marta, systir hins dána, segir við hann, Herra, það komið nálykt af honum. Það komið á 4. dag. Jesús segir við hana, sagði ég þér ekki, ef þú trúir, munt þú sjá dýrð Guðs. Það þetta sem við eigum öll eftir að upplifa. Dýrð Drottins þegar hann vekur dána upp til lífsins. En það fjallar meira og betur í næsta erindi. En við höldum áfram að skoða þetta með ástand hinna dánu. Í þessu sama kapitula þá sagt frá því að steinin var tekin frá, Jesús hóf upp augu sín og mælti, Faðir, ég þakka þér að þú hefur bænheyrt mig. Ég vissi að sönnu að þú heyrir mig ávallt, en ég sagði þetta vegna mannfjöldas sem stendur hér umhverfis til þess að þeir trúi að þú hefur sendt mig, og til hvers sendir Faðirinn soninn inn í heiminn. Það til þess að bjarga okkur, líka frá dauða, eilífu dauða, því að hann ætlar að reisa alla dána upp ef þeir hafa dái áður en hann birtist í skýjum himins. En takkið eftir því að nú segir hann sjálfur að hann sem sagt að þessu þannig að reisa þennan mann vinsinn upp til lífsins til þess að aðrir megi trúa og trúi því sem að Jesús hafi boðað og kennt, sem Faðirinn hefur sent til að kunngera okkur ástand hinna dánu og hvað síðan taki við. Og við lesum þarna í þessum sama kafla hjá Jóhannes í 11. kafla, þar segir frá því að svo mæltu hrópaði hann hárri röddu, Lazarus, kom út, sem sagt út úr gröfinni. Hinn dáni kom út vafinn, og takið eftir í hvaða ástandi hann líkblæjum, hann vafinn líkblæjum á fótum og höndum og með sveitadúk á bundin andlitið. Þó að væri lifandi þarna, upprisinn, hann sér ekki neitt, hann getur ekki gengið, hann bundinn, hann getur ekki neitt hendurnar, þær bundnar í líkklæðin sem voru vafin utan hann allan eins og var venjan í þá daga. Og Jesús segir við þá, leysið hann, leysa fjötrana og látið hann fara. Hann ætlast til þess að það gæti gengið. Og hann gekk, hann fór. Og hér bara myndi dregin upp af einhverju listamanni þar sem að systirinn, önnur þeirra, fagnar bróður sínum, lifandi. Þetta var lítið sýnishorn af því sem á eftir að gerast með hina dánu, að minnstakosti þá sem að deyja í trú á frelsarann. Við tölum þetta betur seinna. Og snúum okkur að því sem Jesús sagði sjálfa sig. Ég vegurinn,
sannleikurinn og lífið. Þetta boðskapur sem við sjáum í mjög mörgum íslenskum kirkjum alveg sérstaklega. Það sem stendur ýmist á altaristöflunni eða oft á predikunarstólnum. Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Kristið fólk hlýtur að taka mark á honum eða ekki, varðandi dauðan og lífið og uppreisur til eilífs lífs að sjálfsögðu. En þá verðum við líka að þjálfa okkur í því að treysta honum. Förum yfir í 14. kafla hjá Jóhannesi. Þetta kafli sem oft lesin, mjög oft við jarðarfari og oft að finna áletraðan og altaristöflur eða predikunastóla í kirkjum. Þar segir í Jóhannesi 14. kafla: Jesús sagði, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt þér að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farið burt og hefi búið yður stað, kem ég aftur og teku þau til mín svo að þér séu þar sem ég er. Kristur kominn aftur? Nei, þá eitthvað eftir að gerast af því sem hann lofaði. Hann lofaði að koma aftur og þá til að reisa dána upp til lífsins sem hafa dáið í trú á hann. Og mér finnst þetta svo sláandi. Þetta var einn sá texti sem hafði mest áhrif á mig þegar ég sem unglingur fór að lesa Biblíuna og einmitt þetta efni. Hann segist alltaf að koma aftur, en hann ekki komin aftur. Svona hugsaði ég og hef alltaf til síðan verið að hvetja aðra til að hugsa eitthvað svipað, því að þetta eru orð sem sjálfur frelsari talaði og hann segir satt, hann segist vera sannleikurinn. Ekki fer hann að ljúga að okkur. Hann ekki að gefa okkur falska von. Þetta hinn eina og sanna von sem allir dauðlegar verur sem þetta búa við. Við þurfum ekki að óttast. Svo förum við yfir í Åpenbarunarbókina í 1. kaflan og 7. versið. Þar segir: sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga með sjá hann. Jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen. Þarna sjáum við að Jóhannes, sem skrifaði Åpenbarunarbókina, hann segir að allir munu sjá hann þegar kemur, allir lifandi, bæði réttlátir og ranglátir, bæði þeir sem munu frelsast og einnig þeir sem munu ekki frelsast. Þeir munu allir sjá hann koma. Og takið eftir því sem hér sagt, vegna þess að það predikað í ýmsum söfnuðum og kirkjudildum að þegar Kristur komi næst, að þá komi hann leynilega og takið suma sem á akri og skilja aðra eftir og suma sem að mala kvörn og skilja aðra eftir. Og þetta túlkað sem hluti af komu Kristi jarðar að hann taki fyrst suma. Það ekki boðskapur Biblíunnar. Þegar það birtist næst, þá gerist þetta að allir munu sjá hann. Og við möttum að fara betur yfir þetta í þessu í 2 erindum mínum sem ég lofaði ykkur áðan. Svo það að okkur sagt hvernig þessi misskilningur og rangur boðskapur hefur orðið til varðandi dauðan, og við sækjum það í 3. kaflan í 1. Mósebók. Þar talað höggormi sem var slægari en öll önnur dýr merkurinnar sem drottinn Guð hafi gjört. Hann mælti við konuna. Hugsið ykkur, höggormurinn, sá sem talaði í gegnum hann sem við Satan, það kemur í ljós seinna, að segja við konuna að þið megið ekki eta af neinu tré í aldigarðinum. Og það sem Guð sagði, við lesið allt í samhengi þannig í þessum kafla í byrjun Biblíunnar, þá sjáum þið að drottinn, skapari sjálfur, að vara Adam og Evu við ákveðna hættu. Að óvinur Guðs og manna
hefur aðgang að þeim til að fresta þeirra og gætið ykkar því að hann hættulegur. Allt þetta fólst í aðvöruninni sem hann gaf þeim. Og þá segir höggormurinn, Satan talaði í gegnum hann, en það satt að Guð hafi sagt þeim megið ekki éta af neinu tré, hann að sá þarna efasemdum. Því að Guð hafi bannað þeim að éta af einu tré. En hann segir, hann hefur að virkilega bannað ykkur að borða af öllum trjánum? Nei, hann gerði það ekki. Og María leiðréttir þetta. En það sem að kemur fram þarna í þessari frásögn að hann skorar á þau að það virkilega satt að hann hafi sagt ykkur megið ekki snerta þetta? Þá sagði höggormur við konuna, vissulega munu þið ekki deyja. Guð hefði sagt þið munu deyja ef þið snertið, forbóna ávöxtin. Ekki af því að ávöxturinn væri eitraður af þessu eina tré, heldur bara óhlýðnin myndi valda dauða að eilífu. Og hann segir, það er Satan, vissulega munu þið ekki deyja. Þarna byrjar lygin, fyrsta lygin varðandi dauðan. Og svo förum við yfir í 8. kafla hjá Jóhannesar Guðspjalli, þar segir, hví skiljið þér ekki mál mitt? Og sjáu þetta var torskili fyrir marga fyrir 2000 árum síðan. Hvað þá í dag? Því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigið djöfulinn að föður og vilji gera það sem faðir eða girnist. Og þegar við tökum mark á því sem óvinnurinn segir, þá höfum við eignast annan föður sem lýgur að okkur í gegnum alls konar kenningar og persónu sem boða boðskap svipaðan því sem Satan boðaði í aldingarðinum. Af því að þér get ekki hlustað á orð mitt. Fólk les ekki Biblíuna og þess vegna getur það ekki skilið sannleikann sem við erum að boða af því að þeim er kennt allt annað. Svo segir Satan að hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lygina faðir. En af því að ég segi sannleikan trúið þér mér ekki. Svona var ástandi fyrir 2000 árum á meðal trúaðra. Jesús er að tala við trúað fólk, gyðingana, sem voru sérstaklega útvalið þjóð af Guði til að vera málpípa á meðal þjóðana, að boða þeim fagnaðarerindi eilíft líf þrátt fyrir dauðan sem við þurfum að upplifa. En af því að fólki les ekki, að þá áttar þess ekki á legaboðskap sem er á fleimi hér og þar. Við skulum fara yfir í Efesusbréfið í 6. kaflan. Að lokum styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans, segir Páll postuli, klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Biblíunni er líkt við sverð. Því að barátta sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkurs, við andaverur vonskunar í himingeimnum. Hugsaðu ykkur. Við eigum í stríði við verur sem við sjáum ekki og gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því að þeir eru að blekkja okkur. En við höldum áfram að skoða þetta. Ég veit ekki að ég verið með 20 annara texta og yfirlýsingar sem að þið kunnið sum ykkar utanbókar, en ég er að fara hérna bara í stuttu skrefum yfir mikið efni og þetta útskýrist allt þegar hinn erindin 2 bætast við á komandi dögum. Við hoppum yfir í 20. kafla næstu því í endan á Biblíunni, þar sem talað er 1000 ára tímabil sem á eftir að upprenna hér á jörðu. Þar segir, og það er 20. kafli, þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu.
og hann vil ganga út til að leiða þjóðirnar afvega. Bara stuttlega hér, ég fer yfir þetta betur seinna, að það verður 1000 ár eða 1000 ára tímabil framundan í byrjun þess tímabils þegar Kristur kemur í annað sinn til að sækja fólkið sitt. Við vorum að lesa það áðan. Ég kem aftur að taka yfir til mín. Og þegar hann kemur í það sinn, þá er þessi 1000 ára að byrja. En þeir sem eru lifandi, ranglátir, þegar að Kristur kemur í byrjun 1000 árana, ef þeir eru ranglátir taldir af Guði, þeir deyja þá. En í lok 1000 árana, þá kemur Kristur aftur. Og það er ekki allir sem vita eða gera sér grein fyrir því að Jesús kemur 3 sinnum til jarðar. Sumir gera sér grein bara fyrir þessari einu komu, hann kom einu sinni. Þá lofaði hann að koma aftur, að sækja fólkið sitt. Við lásum það rétt áðan til að gefa okkur þessi híbýli sem hann er núna að undirbúa hið efra. Það er önnur koma hans. En þá er eftir að afgreiða þessa ranglátu endanlega. Og í 1000 ár fáum við að skoða bækur heimsins. Af hverju er ekki sumir þar sem ekki eru þar? Af hverju, hver er dómurinn yfir hinu sem ekki sjást á himni í þessi 1000 ár? Hann svarar þessu öllu í Åpenbarabókinni, í allri biblíunni, þessi efni, dauðan og lífið og eilífa lífið, uppreissu og svo framvegis, og tortímingu syndar í þessum heimi. Það er svo ofta Guð er ásakaður fyrir það að vera harður og harðbrjósta og ranglátur, að útiloka ekki bara alla synd og syndreis og Satan eða vonda menn, svo aðrir þurfa ekki að líða. Ástæða fyrir því sem er gefin í orði Guðs virðist vera svo að Guð er þolinmóður, hann hefur verið ásakaður hið efra. Við þurfum að gera okkur grein fyrir því að Satan, sem hét einu sinni Lúsifer, skínandi bjartur morgunengill, glæsilegastur allra engla, var í forystu englana, hann var einu sinni syndlaus, en tók að öfundast út í drottin sem átti að skapa nýja jörð sem var okkar jörð. Og svo gerði það bara uppreist, taldi marga engla á sitt band að Guð væri ranglátur. Guð gat ekki útrýmt honum bara sem svona. Jú, hann gat það, en það gerði ekki af nauðsyn. Því það voru aðrar veraldir. Þið lesum það í biblíunni, eða lærum það, lesa alla biblíuna. Hann skapaði margar veraldir. Þannig voru syndlausar verur sem voru áhorfandi að uppreist Lúsifers á himni. Og ef að Guð hefði kastað Lúsifer út af himni og eitt honum strax þarna þá, hefði efi, vafinn, haldið áfram svona að kvelja fólk eða verur, engla líka, og mannverur eða fólk í öðrum veraldum sem að trúðu Lúsifer og englum hans sem nú voru fallnir og burtreknir á himni. Við varð að láta syndina renna sér skeið að allir í alheimi Guðs myndi ekki efast réttlæti Guðs. Og til þess eru við réttlátir teknir upp til himins þegar Kristur kemur næst, til þess að skoða bækur himinsins og dóma Guðs. Við lesum þetta allt saman í síðustu köflum biblíunnar. Og þá munum við, þegar Kristur kemur aftur, og þá í 3. sinn, með borginni helgu sem eru í híbýli sem hann er að útibúa fyrir okkur núna, koma hingað til jarðar. Og þá gerist nokkuð sem er sagt frá í varðandi þessi 1000 ár. Við tökum það fyrir seinna í síðasta erindinu af þessu 3. En lærum að treysta Guði, vinir. Guð er réttlátur. Hann vill okkur allt hið besta og hann ætlar að útiloka synd og uppreist að eilífu. Hún kemur aldrei upp aftur.
en þangað til þarf hann að vera þolinmóður og lofa þessu afleiðingum uppreisnar Lúsifers gegn Guði á himnum og síðan hér á jörðu að koma í ljós. Svo förum við yfir í 21. kaflan í Åpenbarunarbókinni, næst síðasta kaflan. Hann segir Jóhannes, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Þetta eru fyrirheitin sem Jesus lofaði að skapa nýjan heim, nýja heimkynni fyrir fólkið hans. Og hinn fyrri himinn og fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem stiga niður á himni frá Guði. Og þetta gerist í í lok 1000 áranna. Þegar kemur tilbaka með hina hólfnu sem hafa séð dóma Guðs í bókum himmisins. Þá kemur hann með borgina, nýja heimkynnin okkar, hingað niður til jarðar, við erum þar í. Og svo lesum við. Og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem stiga niður af himni frá Guði, búna sem brúði, skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raustu mikla frá hásætinu, sagði, sjá, tjaldbúð Guðs, líkt við tjaldbúð, meðal mannana og hann mun búa hjá þeim. Hugsaðu ykkur, dýrlegt lofur. Enginn hefur séð föðuri, segir Jesús, enginn af mannlegu verum séð Guð. En núna munum við sjá hann og hann mun búa hjá okkur að eilífu. Við lesum þetta þarna að hann mun þerra hvert hár af augum þeirra og dauði mun ekki framar tilvera, hvorki harmoni og vein, né kvöl framar til. Hið fyrra farið og sá sem í hásætinu sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Allt verður endur nýja. Og aðeins til þess að rifja betur upp hérna með í Esekiel 28. kafla varðandi Satan. Þar segir drottinn, ég hafi skipað þig verndarkerúb. Þú varst á hinu heilaga goða fjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnanlegur í breytni þinni frá þeim degi þú var skapaður. Þar til yfirsjón fannst hjá þér, sem ég var að víkja á það. Þar til yfirsjón fannst hjá þér, fyrir þína miklu verslun, það þessi áróður út allt. Fyrir þína miklu verslun fylltir þú þig hið innra ofríki og syngaðir, þá óhelgaði ég þig og rak þig burt á goða fjallinu, burt af himni og sýndi þér þetta spádómur sem á enn eftir rætast í lok 1000 áranna. Þú verndar kerúb, ég tortímdi þér eða mun tortíma þér alveg burt frá hinu glóandi steinum, hafa burt rekin og síðan tortímt eða mun verða. Þetta spádómur sem á eftir að rætast varðandi Lúsifer og synd og syndara sem hafa hafnað náð Guðs. Og áfram í sama kafla segir, hjarta þitt var hrokafullt af fegurð þinni. Þú gerðu speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Ég varpaði þér til jarðar, ofurseldi þig konungum, svo að þeir mættu horfa nægju sín á þig. Allir þeir meðal þjóðana þekktu þig, voru agndofa yfir þér. Þú fórst vovelega og eilíflega horfin. Þetta spádómurinn endurtekinn endalok Satans. Og svo hoppa ég hérna yfir, þetta svolítið svona sundurlaust, en það að því að ég að fara yfir gífurlega mikið efni hratt og fljótt í hnotskur. Þar postuli að skrifa í 1. Þessalóníkubréfinu í 4. kafla, ekki viljum við bræður, og við getum alveg innifalið systur okkar þar með, láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von.
Því að ef ég trúi því að Jesus sé dáinn og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður, og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Og heldur svo áfram, því að sjálfu drottur mun stíga niður á himni með kalli, með höfuð engils röst og með básunu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu prísa, og þetta er í byrjun 1000 árana. Síðan munu við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til funda við drottin í loftinu, og síðan munu við vera með drottni alla tíma. Uppverfið því hver annan með þessum orðum, en ekki að skrökva því að fólki að dánir séu núna konir yfir í sumalandi að sinna uppáhalds áhugamáli sínum, eins og þeir séu bráðlifandi. Við byrjum á því hér í dag að lesa ástandina dánu. Hvort sem þeir eru réttlátir eða ranglátir, þeir veit ekki neitt. Þar til Kristi kemur. Það verður upprisa réttlátra þegar Kristi kemur í byrjun 1000 árana. Hann tekur réttláta dána ásamt réttlátum lifandi með sér inn í heiminin til að vera þar þessi 1000 ár og skoða bækur himinsins. Síðan kemur hann tilbaka í þriðja sinn til jarðar. Og þá munu dánir rísa upp. Það segir þannig í 20. kaflanum að dánir ranglátu munu rísa upp. Og undir forystu Satans sem þá reynir að afvega leiða þjóðirnar, eins og segir, það eru þessi ranglátu sem nú eru aftur ný uppreisnir til lífsins. Þeir ráðast á borgina sem er þá að koma frá himni ofan með réttlátum, frelsuðum, bráðlifandi og þegnum drottins sem eru búin að skoða bækurna, sannfærðum dómar Guðs eru réttlátir. Og nú er komið að því að gera upp fyrir synd og uppreist gegn Guði á jörðu. Við hljótum, þegar við gerumst kristið fólk, játum trú á Jesú Krist og krossdauða hans okkur til góðs, eilíflega til sáluhjálpar, að taka mark á öllu því sem hann kennir okkur. Þegar við gerum það ekki og aðhyllum kenningar sem eru gjörsamlega bara á móti því sem Drottinn sjálfur kennir í orði sínu, getum við þá talið kristið fólk? Eða viljum við lifa honum til dýrðar hér á jörðu með við höfum tækifæri til þess að þegar Kristi kemur með borgina að ofan, eins og við lásum en borgin kemur að himni ofan hér til jarðar. Við lesum það í 21. kaflanum og 21. Allt eins að þar gerist. Þetta er í Opinberunarbókinni. Menn vita ekki hvernig þetta er, eða hversu dýrlegt þetta er. Við vitum bara að þetta er framar öllu því sem við getum ímyndað okkur. Og það verður dásamleg tilvera að fá að njóta alls þess sem Drottinn gerir og hefur gert fyrir okkur og mun skapa fyrir okkur á nýrri jörð. Það er ekki fleira sem ég ætla að leggja fram fyrir ykkur hér í dag þetta efni. Við höldum áfram næsta hvíldardag og þá tökum við fyrir endurkomuna og ýmislegt sem þar gerist. Og þá getum við loksins gert okkur betur í grein fyrir því hvað gerist á 1000 árunum og endanlega þar handan við. En þangað til vinir, hvet ég ykkur allt til að lesa í reikningunni og lærið, þjálfið ykkur í að treysta því sem Drottinn segir í orði sínu, en ekki að efast það. Sama hvað menn kenna eða boða, eins og það væri í nafni Guðs. Megi Guð hjálpa okkur og leiðbeina okkur í leit okkar að sannleika.